Hvað eru líkur og hvernig reiknum við það? Líkur eru líkur á eða möguleikin á að eitthvað gerist. Og við getum oft reiknað líkur á að eitthvað gerist eða það gerist ekki. Hér erum við með kúlur í poka og þær eru ýmist grænar, appelsínugular, bláar eða rauðar. Og ég er búinn að teikna þetta upp hérna. Við skráum líkur oft sem P af einhverju, það er að segja probability, bara upp á ensku, á að draga hér bláa kúlu. Og þá tel ég, hvað eru margar bláar? Það eru 2. Af hve mörgum? Þá þarf ég að telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 af 10. Hér eru komið almennt brot. Ég get stytt það í 1/5. Ef ég vil skila þessu sem broti, ég get líka breytt því yfir í prósent, eða fyrst yfir í tögabrot og svo yfir í prósent. Þetta eru 20%. Það eru 20% líkur en þetta 50 á að draga bláa kúlu. Þetta er alltaf fjöldi sem uppfyllir skilyrði yfir heildinni. Hérna er skilyrði að sé blá, það eru 2 af 10. Ef ég fer hérna í 1, 2, 3, 4 af 10 sem við getum stytt niður í 2 af 5 eða 40%. Alveg sama hvort ég nota nema það sé sagt. Gefðu upp sem almennt brot, gefðu upp sem prósent. Þá við gera hana hvort. Grænu, þær eru 3 af 10, það er ekkert að stytta það neitt, það eru bara 30%. Hvað eru margar rauðar? Það er bara 1 af 10 sem eru 10%. Svo er spurningin, hvað fæ ég út ef ég legg þetta allt saman? Jú, þá fæ ég 10 af 10 eða 100%. Af því að líkurnar á, það er ekkert annað í boði en að draga eitthvað af þessu. Þannig að get ég reiknað hverju líkurnar á að fá ekki græna? Já, þá annað hvort tek ég líkurnar á að fá græna og dreg það frá öllu hinnu. Þannig að 100% mínus 70%, nei mínus 30% sem er 70% líkur á að fá ekki græna. Eða tek líkurnar á að fá bláa, appelsínugula eða rauða og legg það saman. Það er líka 70%. Það gefur mér það sama. Þannig að líkurnar eiga alltaf að eitthvað gerist eða gerist ekki, eða þetta gerist, þetta gerist, þetta gerist, eða þetta gerist, er alltaf 100% þegar við erum búin að leggja þetta saman.